Sæl veriði, gleðilegan hvíldardag. Við erum komin hérna til þess að halda áfram með seríuna Mósebókunum. Í upphafi ársins var ég að predika hérna alveg vilt og galið, marga hvíldardagi í röð, en síðan alveg 2 mánuðir þar sem ekkert hefur komið meira í þessari seríu. En við ætlum að líta á þann stað þar sem við hættum síðast, sem var í fyrstu Mósebók 7. kafla. Síðasta ræðan sem ég fór í var flóðið, hluti 1, þar sem ég fórum í gegnum 6. og 7. kafla. Og nú ætlum við að halda áfram með 8. og 9. og klára frásögnina. Við skulum byrja þessa stund með bæn. Himneski Faðir, þegar við lítum í orð þitt, þá biðjum við blessun þína. Biðjum þig að hjálpa okkur að skilja með heilögum anda. Þökkum þig fyrir orð þitt sem við höfum fengið til þess að hljóta lexíur af. Þökkum þig fyrir orðið sem að þú gafst okkur og hefur verið öllum huggun og lexíur gennum tíðina. Allt fram að okkar dag. Við biðjum þig í Jesú nafni. Amen. Ef við lítum á frásögnina eins og hún var síðast, þá byrjum við á því, það getið séð upp á skjánum, í 6. kafla að við lásum að Guð sá það sem hefði gerst og hann iðraði þess sem að var að gerast á jörðinni og það kom ákveðin svona dómur yfir jörðina og fyrirskipun Guðs gangið inn í örkina, þeir sem að vilja. Nói predikaði náðarboðskap, Guð sagði jörðin að tortíma sér og ætlaði að byrja upp á nýtt. Og síðan lásum við hérna að flóðið var að hefjast og vötnin stíga upp og akkurat þegar við erum komin þangað, þá segir í 8. kafla í miðri hápunkti frásögnina að Guð minntist þess sem að hann hafði lofað og síðan sjáum við þetta fer svona alveg akkurat í öfuga röð aftur á bak og við ætlum að kíkja þar alveg frá 8. kafla, 1. vers. Guð minntist Nóa og allra dýranna og alls fénaðarins sem var með honum var í örkinni og þá lét Guð vind blása yfir jörðina svo að vatnið sjatnaði. Að muna er ekki að hann hafi gleymt eins og ég nefndi síðast, en Guð hafði lofað Nóa að komast í gegnum þetta og hann uppfyllir það loforð. Hann er traustsins verður. Í Gamla testamentinu þá þetta notað, þetta að muna, til þess að tjá svona sáttmála samband, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, og Guð man, og hann man, hann man frelsun sína sem hann hefur lofað og hann uppfyllir loforðin sín á settum tíma. Þau hefði getað hugsað hvað á eftir að vera eins og bát að eilíf og deyja og bara farast eins og öll jörðin, en nei, Guð minntist þess sem hann hafði sagt. Hann veit hvað mun gerast frá upphafi og hvernig þetta mun til lyktar verða leitt. Ólíkt því sem aðrar flóðsögur segja, eins og úr flóðsögum frá svipuðum slóðum, þá þegar flóð að gerast, þá segir að guðinu voru svo skelkaðir vegna þess að þeir sem þau sleppt úr taumum með flóðinu. Og þeir voru forviða þegar þeir sjáu afleiðingar verka þeirra sem þeir gátu einfaldlega ekki stjórnað. Þeir leyst úr ham eitthvað alveg hræðilegt. En Guð, hann minntist þess sem hann hafði lofað og síðan sjáum við flóði ganga tilbaka og endursköpun allar hluti að byrja upp á nýtt. Skulum lesa áfram í 8. kafla. Uppsprettunni dundurdjúpsins, það lukust aftur og flóðgátur himinsins og steypiregn úr loftinu til linti og vatnið rénaði meira og meira á jörðinu og þvarr eftir 150 daga. Og örkin nam staðar í 7. mánuðinum á 17. degi mánaðarins á Araratfjöllum og vatnið var að réna allt inn hins 10. mánaðar og í 10. mánuðum á 1. degi mánaðarins þá sáust í fjalltindana. Eftir 40 daga lauk Nói upp glugga arkarinnar sem hann hafði gjört og lét út hrafn. Svo hægt og rólega sjatnaði vatnið burt og réna til sín staðar og Nói fer að sjá fjallstinda út gluggann. Örkin hættir að vaggast og þegar vatnið hverfur þá sest hún og fólkið í henni bíður þess að komast út. En hvar endar örkin?
Það segir hérna í Araratfjöllum en það of óskýrt í textanum til þess að greina frá því. Svæðið sem nefnt gamalt nafn sem að læra yfir risastórt landsvæði, alveg sem núna spannar mörg lönd og margfalt stærð Íslands, enda engin fókus á hvar hún nefndi heldur á settum tíma þá fór flóðið og örkin settist á þessum tímapunkti. Þegar þið takið eftir því lesið textan þá var mikil áhersla lögð eftir 7 daga, 40 daga, 150 og frásögnin hún byggist svona upp út frá tímanum. Fyrst bíða þau í 7 daga, tvisasinnum sagt frá því, 40 daga rís vatnið þegar það byrjar og í 150 daga magnast það og þegar Guð man þá sjatnar það á 150 dögum og síðan bíða þau í 40 daga og síðan þegar það slepp út fullunum þá kom aftur 7 dagar og 7 dagar. Það mynda svona ákveðin ramma utanum. Hefur lest í gegnuna. Í algjörri óreiðu flóðsins hefði Nóa fjölskylda geta panikað. Erum við að lifa á flóði bara til þess að deyja í þessum bát, svelta? En í óreglunni greinilega einhverja reglu að finna og Guð veit hana og hann minnist þeirra. Og Nói opnar upp gluggann til þess að hleyta út fuglum til þess að meta stöðuna. Og þá segir: hrafninn flaug fram og aftur þangað til að vatnið þornaði á jörðinni. Þá sendi hann út dúfu til þess að vita hvort vatnið var í þorrið á jörðinni, en dúfan fann engan hvíldast að fæti sínum og hvarf aftur til hans í örkina, því að vatn var enn yfir allri jörðinni. Og hann rétt út hönd sína, tók hana og fór með hana inn til sín í örkina. Og hann beið enn aðra 7 daga og sendi svo dúfuna út úr örkinni, og þá kom dúfan til hans eftir undir kveld og var þá með grænt ólífuviðarblað í nefinu. Og þá sá Nói að vatnið var þorrið á jörðinni. Og enn beið hann aðra 7 daga og lét þá dúfuna út, en hún hvarf ekki framar til hans aftur. Og á 600. degi fyrsta ári, fyrsta degi mánaðarins var vatnið þorrið á jörðinni, og Nói tók þá þakið af örkinni og litaðist og yfirborð jarðarinnar var orðið þurrt. Svo þráttur að sé stoppaður, þá sendir hann út fuglana bara til þess að gá hvað að gerast, hann sér bara vatn og krumminn fer fyrst og flýgur fram og tilbaka, hann getur orðið þurrt. En síðan þegar það sendir hann út dúfuna, sem náttúrulega viðkvæmari fugl, og hún fer næst og hún finnur sér ekki hvíldastað. Og það var svona sérstaklega tekið fram. Það er sagt hann sendi, það var sagt svo fallega frá því. Hann réttir út höndina, hún sest á fingur eða eitthvað svoleiðis og hann tekur hana aftur inn, hugsar hana og sendir hana síðan aftur út. Í frásögn sem að segja svona í grófum dráttum frá einhverju sem að gerast á ári, þá er þetta svona rosalega sérstakt að taka fram. Vissu ekki, það stendur svona pínu upp úr. Menn hafa kannski tekið fram með mér þá hugmynd Nóa sem svona ljúfmenni og dýravinn, vernduna sinna, því það eitthvað svona hlýtt og fallegt við frásögnuna þegar hann tekur dúfuna og tekur hana inn. En hún send aftur út í annað skipti með ólífuvið, táknum að plöntunar komnar undan vatni og vaxa á ný og Nói veit að það að sjatna. En síðan segir bara að hann tekur þakið af og það að þorna og leyfir því að gefa því sinn tíma til þess að vera tilbúið, þannig að sé ekki bara kannski drullu svað. Því næst lesum við áfram í 15. versi. Þá talaði Guð við Nóa og mælti: gakk þú úr örkinni, þú og kona þín og synir þínir og sonakonu þína með þér, og láttu fara út með þér öll dýr sem með þér af öllu holdi, bæði fuglan og fénaðinn og öll skriðkvikitin sem skríða á jörðinni. Verði krökkt af þeim á jörðinni, verði þau frjósam og fjölgi á jörðinni. Þá gekk Nói út og synir hans og konans og sonakonur hans með honum, og öll dýr og skriðkvikindi, allir fuglar, allt sem bærðist á jörðinni, hvað eftir sinni tegund, gekk út úr örkinni. Svo Guð segir: gakktu út, og Nói bíður í örkinni í langan tíma áður en hann fer út, en þegar hann heyrir þetta þá fer hann. Hann ekki að flýta sér, heldur gerir hann þetta á tíma Guðs. Guð sem hefði vitað að það myndi koma á flóð og satt honum að gera þetta, og hann fylgir og rólegur í því. Hann veit kannski ekki hversu langan tíma hann þurfa að bíða, en þegar tíminn kominn þá fylgir hann því út og fer ekki út heldur öll dýrin með. Og svo þið lesið hennar texta
Finnst ykkur þetta ekki minna ykkur á sköpunarsöguna og hennar loforðum blessun og margföldun og jákvæða von bjartari framtíð? Og eins og ég nefndi síðast, þá einmitt eins og Nói komi sem svona hinn nýji Adam að einhverju leyti. Og við heyrum enduróm sköpunarsögunar í frásögn Nóa. Í byrjun kaflans þegar það sagði að Guð minntist þess, þá kemur fram að vindurinn kom yfir jörðina, yfir vatnið og yfir djúpin og það fór að fara í burtu vatnið. Það verið aftur aðskilnaður vatnanna og jarðarinnar. Síðan sagt þegar að þau fara út dýrin og plöntuna sjást á ný og hann tekur þakið af örkinni, birtan kemur aftur og síðan koma dýrin öll út fram og síðan meir, við erum ekki búin að lesa, þá einmitt sagt verið að tala um manninn í Guðs mynd og að maðurinn eigi að ráða yfir jörðunin og eigi að vera til blessunar og alveg eins og sköpunarsagan eldar á hvíldardaginn sem tákn milli Guðs og manna, þá kemur í 9. kafla sáttmálslinn og regnboginn tákn milli Guðs og manna. Svo, Nói kemur eins og nýr Adam sem gengur inn í nýjan og endurskapaðan heim, enda lítur Nýja testamentið á flóðið eins og táknmynd frelsun, notar með sem táknmynd skírn. Skírnin að gefa sér Kristi, leyfa honum að hreinsa sig og byrja upp á nýtt, að leiða frá dauða yfir í líf. Kannski ástæða fyrir því að hún tekur það myndir út af þessu hér. En nú förum við að koma á svolítið svona veigameiri stað hérna. Nói reisti þá drottni altari og tók af öllum hreinum dýrum og hreinum fuglum og fórnaði brennifolt á altarinu. Og drottinn kenndi þægilegan ilm og drottinn sagði við sjálfan sig: ég vil upp frá þessu ekki bölva jörðinni framar vegna mannsins, því að hugrenningar mannsins eru illar frá bernsku hans og ég mun upp frá þessu ekki framar deyða allt sem lifir eins og ég hefi gjört. Meðan jörðin stendur skal ekki linna sáning og uppskera frost og hiti, sumar og vetur, dag og nótt. Fyrsta sem að Nói gerir eftir flóðið, hann kallaður út, farið fram með fjölskylduðinni, að hann fer og reisir altari og tilbiður Guð. Fyrsta dæmið fórn og altari í Biblíunni kemur hér. Eftir trúfesti og frelsun drottins gefur hann honum þakkir og færir fórn. Og fórnin sem að Nói færir brennifórn, elsta og algengasta fórnin í Gamla testamentinu og nær yfir 2 hluti: fyrirgefningu og þakkagjörð. Og fórnin segir meira hvað Guð hefur gert fyrir hann en að Nói sé að færa fórnina. Guð hefur frelsað hann frá flóðinu og því fórnar hann. Og fórnin segir meira hvað Guð muni gera, því að í fórninni bendir hún fram í tímann og þess vegna færir Nói þakkagjörð. Og lexían í fórninni ekki hvað við gerum eða gefum og ekki leið Nóa til þess að ná til Guðs, heldur leið Guðs til mannsins. Hvernig getur það verið leið Guðs til mannsins ef það maðurinn sem færir fórnina? Hugsið ykkur bara hvað táknar fórnin. Ef við horfum tilbaka úr Nýja testamentinu. Gjöf og leið Guðs til þess að bjarga manninum, þeir bara minnast þess með fórninni. Og þessi leið birtist best í Jesú Kristi sem svona algjör birtingamynd þegar Guð bókstaflega kemur til mannsins og algjörlega sést að það hann sem að gefur það sem þarf til þess að redda manninum. Og fórnin gerir ekki neitt, hún bendir bara fram til þess að það Guð sem að mun sjá að redda hlutunum. Og það fyrir loforðið Krist sem að þau færa fórnina. Það segir að drottinn hafi kennt þægilegan ilm og sagt við sjálfan sig: loforðum að eyða ekki öllu aftur. Þægilegan ilm. Nú ég búin að vera grænmetisæta frekar lengi en þegar einhver að grilla kjöt þá kemur góð lykt. Það svona grilllykt, en þegar einhver fer að brenna kjötið og brenna allt líkið og hárin á því, það ekki beint svona uppáhaldslyktin, það nokkuð.
dýra svona hræja brennandi. En það er kannski bara verið að segja að Guð meðtekur fórnina. Og þessi þægilegan ilm eða róandi ilm er svona orðaleikur þarna með nafnið hans Nóa. Það er ekki galdra hugmyndir í ritningu að fórnin svona hafi sefandi áhrif á Guð. Heldur er samband Guðs og Nóa gagnkvæmt og það er svörun hjá báðum aðilum í samskipti þeirra. Nói segir takk fyrir og fer í fórnina og Guð meðtekur fórn og þakkargjörð Nóa sem tók við Guði með að gefa honum þetta. Og Guð hefur bara velþóknun á því. Og þetta er hugtak sem er notað í Gamla testamentinu oft og meira sér í Nýja testamentinu. Í Efesusbréfi segir hann, Páll postulinn lifið í kærleika eins og Kristur elskaði okkur og lagði sjálfan sig í söluna fyrir okkur, svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. Það var með að bara Guð leit með velþóknun á það sem hann gerði í fórn sinni. Þegar að Kristur lagði líf sitt sem gjöf fyrir okkur. Svo Guð gefur því næst loforð að maðurinn muni ekki deyja út. Af hverju? Hann segir að þrátt fyrir, þetta er svolítið, ef þú lest þetta, af því að hugrenningar mannsins eru illar alveg frá bernsku, þá mun hann ekki eyða þeim. En eins og sé að segja, í síðustu ræðu þá er það svo Guð sá mannin að allt sem hann hugsaði var vont allan daginn og þeir voru bara að eyða sér eða tortuma sér, þess vegna sagði hann, ég mun hann að tortuma á jörðinni og endur byggja hana. En hér segir hann, af því að maðurinn eiginlega ábar ekki séns, hann er umvafinn synd og í synd, þá mun hann ekki eyða þeim. Því að syndin hún kallar á aðskilnað og laun syndarinnar segir í Nýja testamenti að sé dauði. En hér birtist náðar boðskapurinn í þessu þegar Guð segir maðurinn er frá barnvænsku umvafinn synd og syndurum og áhrif sem að hefur á hann. Og þess vegna vill ég að hann viti að náð mín er varanleg en ekki refsing varanleg. Tími mun líða og meðan hann vari mun lofar mitt standa dag og nætur frá ástíð til ástíðar. Ég mun passa upp á mannkynið þrátt við að reyna að tortíma sér jafnvel sjálft eins og fyrir flóð. Síðan höfum við 9. kafla sáttmála Guðs við Nóa. Guð blessaði Nóa og son hans og sagði við þá, verið frjósamir, margfaldist og uppfylli jörðina. Ótti við ykkur og skelfing skal vera yfir öllum dýrum jarðarinnar, yfir öllum fuglum loftsins og yfir öllu sem hrærist á jörðinni og fiskum sjávarins. Á ykkar vald er þetta gefið. Allt sem hrærist og lifir skal vera ykkur til fæðu. Ég gef ykkur það allt eins og grænu jurtinar. En aðeins hold sem sálin, það er blóðið þeir í, skuli þeir ekki eta. En yðar eigins blóðs muni hins vegar krefjast. Af hverri skepnu muni þess krefjast og af manninum að bróður hans muni krefjast lífmannsins. Hver sem úthellir manns blóði, hans blóði skal að manni úthellt verða, því að eftir Guðs mynd gjörðan mannin. En ávistist ég og margfaldist og vaxi stórum á jörðinni og margfaldist á henni. Svo í fyrstu versunum sem ég las hana er blessun drottin sem að endurspeglar 7. dag sköpunina. Þegar hann er búinn með sköpunina, þá segir hann, blessist og fjölgið ykkur, ég gef ykkur jörðina, hún er ykkur undirgefin og allt sem þér hafið hér er til matar. Og ég skapaði mannin í ímynd Guðs og hann var lifandi sál. Þetta er svona sem að gerast á 7. degi er endurtekið hér. En það er stór munur, ekki sagt, á því sem að kemur fram á 7. degi sköpunar og hér. Munurinn er að yfirráð yfir umhverfinu felur í sér ótta. Ólíkt öðrum kafla þá lifir maðurinn ekki lengur með dýrunum, heldur lifa þau í ótta við mannin. Og akkur ætla þessi tekið fram þarna? Jú, í þessari frásögn þá náttúrulega er mataræði breytt. Dýrin er ekki bara undir verndarhönd mannsins eingöngu, heldur eru þau mögulega fórnir í fórnarkerfinu eða fæða fyrir þau. Í upphafi átti maðurinn að borða náttúrulega fæðu, bara grænmeti frá náttúrunnar hendi, en hér eru breyttar aðstæður, get ímyndað mér, eftir að mikið hamfarir og flóð, þá er ekki bara ávaxtagarðar út allt og mikið ætt, sem gerir mannin og dýrin bæða keppnisaðileg mat eða þá bara maðurinn leitar eftir matnum.
Alveg svo dauðinn var ekki hluti af sköpun Guðs, var dauði dýranna og kjötátt ekki hluti þess, en leyft vegna nauðsynja. En aðeins að ákveðnu marki. Hann segir samt, eins og þetta þá vil ég samt hafa ákveðin takmörk á þessu. Og síðan kemur þessi furðulegi texti. Aðeins hold sem sálin það blóðið í, skuli þeir ekki éta. Segir bara kjöt með blóði, alveg frá upphafi, ekki vera að borða það. Sem tekur í burtu alls konar sjálfdauð dýr eða kyrrdýr eða fleira blóðstafnum sem sérstaklega tekið fram síðar í Biblíunni. Í 3. og 5. Mósebók kemur síðan mjög nákvæmur listi yfir það sem fólkið á að borða á dýraríkinu. Ekki að það hafi verið nýjar upplýsingur, heldur náðið alveg frá þessum díla. Hrein dýr eru bara til matar hér, allan að vona ég, því að það segir í 9. kafla allt sem hrærir og lifir skal verða eitthvað til fæðu, en hefðu þau tekið það of bókstaflega þá náttúrulega, ég er svangur, skal fá með krókódíl, hann var góður og síðan var aldrei til að vera krókódíla sko. Útdautt mjög skjótt í frásögninni. En flokkunin hrein og óhrein birtist hér í fyrsta skipti í Biblíunni, í frásögninni í 7. kafla og hér, án þess að þessi tekið fram hvaða þýðir, hvaða dýr séu hrein, hvað séu óhrein, hvernig vitaðu það og af hverju skipti það máli. Það kemur ekki fram, það sé bara hrein og óhrein dýr eins og það sé bara að allir viti það. En seinna kemur það fram, hrein dýr til matar, óhrein ekki og ákveðin hluti hreinna dýra til fórnar en alls ekkert öll þeirra. Og það er engin ástæða gefin fyrir því, hvorki hér nei seinna í Gamla testamentinu. Af hverju það að borða bara ákveðin dýr? Er það því eru hollari, er það því að hin eru óhæf til matar? Það er ekkert óhæf til matar, fólk borðar það út allan heim. En Guð sagði, upprunalega átti mataræði ykkar að vera svona, lifið í sátt við náttúruna, hlutin eru breyttar aðstæður, það breyta allt af öllu. Og þess vegna megið fá ákveðin hluti, en við skulum vera mannlega, við skulum ekki borða þau svona villimannslega og með blóði og allt, heldur skulum við vera að takmarka það. Og ætli það sé ekki ástæðan fyrir því að takmarka dýraátið. Það er gefin útskýring á blóðinu. Í blóðinu er líf sem þið eigið að bera virðingu fyrir, því að það er tákmynd lífið sjálft og frelsunina. Og meira að segja frumkirkjan leit þetta svo alvarlegum augum að í 15. kafla þau voru að velta fyrir sig hvaða hluti í Gamla testamentinu á að halda. Sumir vilja láta halda öll lög og sumir segja engin lög, en þá allan að vera eitt aðeins, við skulum allan að halda okkur frá því að borða dýr með blóðin í. Og til þess að koma í veg fyrir blóð í matnum, þá notuðu gyðingar sérstaka aðferð til slátrunar. Og í dag þá sjáum við þetta ennþá meðal þeirra þegar kjötinu er slátrað á ákveðin hátt, kannski sett salt vatn og þvoð út blóðið eins og hægt er, en það borðaði bara ákveðin hluta kjöts og ákveðin aðferð sem er notuð, svona kosher kjöt sem er blóðlaust. Og það er mikið vinna og það er ómögulegt að taka allt eitthvað blóð úr kjötinu, alltaf einhver smá vökvi eftir, svo að þess vegna hefur til dæmis í gegnum tíðina aðalabbiðin þegar Ísrael var að mynda land sitt, hann mælti bara með því að sleppa kjötáti af því það væri bara vesen að reyna að ná öllu blóðin út og bent á þetta að vesen væri bara til þess að letja okkur og til þess að leiða okkur aftur til upprunalega mataræðisins. En þetta er eitthvað sem hann bauð og hefur svona í sögunni verið það sem til dæmis gyðingar hafa fylgt og Adventistar veit allan að reynda að gera þetta einu sinni. Ég man sögur frá því í gamla daga þegar skulum kalla svona heilsuboðskapurinn kom til Íslands sem að félst í því þá að byrja að taka eitt skref og það er kannski að safna ekki öllu blóðinu og búa til svona búðing úr því, heldur láta það bara renna og ekki borða blóði því að það er allan svona ein regla sem að Guð gaf og fólk alveg bara missa sendi yfir því að Jón bóndi var bara brjálaður að láta blóði renna og ætlaði ekki að nýta þetta eins og einhver ofstækismaður, komandi með fötuna til þess að reyna að safna blóðinu. Þeir allan að sögðu við skulum reyna að fylgja, borða hreint kjöt og halda okkur frá blóði eins og Biblían boðar. Mataræði er eitt sem er nefnt hana þegar hann talar blóð, en hann segir ekki bara það. Heldur í þessari umræðu blóðið segir hann Yðar eigin blóðs muni hins vegar krefjast, af hverri skepnu muni þess krefjast og af manninum að bróður hans muni krefjast lífsmannsins,
Hver sem úthellir mannsblóði, eða drepur einhvern, hans blóði skal af manni úthellt verða, því að eftir Guðs mynd gjörðan mannin. Svo hver sem að úthellir blóði, hans blóði skal líka úthellt af manni. Svona fyrsta staðan sem svona auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, líf fyrir líf. Pínu brútalt. Svona reglan sem lögð niður þarna og við sjáum þetta byggja svolítið upp í Gamla testamentinu. En hann gefur ástæðu. Ástæða fyrir hann segir þetta sé svona að virði hvers manns lífs ekki mælt í peningum, eins og kannski í nágrannalöndum. Ef þú drepur einhvern, þá getur þú bara borgað, 5.000 sikla, en ef þú átt það ekki, þá ertu í vondum málum, þá ertu tekin af lífi. Svo hörð refsing, blóð fyrir blóð. En síðan segir hann líka, ólíkt dýrunum, já, því miður þá kannski drepum við þau og borðum þau núna tíma, en maðurinn, þetta óafsakanlegt. Maðurinn gerður í Guðs mynd og að drepa mannin eitthvað sem Guð tekur persónulega og þarf sá sem að tekur þetta líf að svara honum fyrir það. Eina drápið sem algjörlega bannað á manninum. Og við spyrjum, algjörlega bannað í Biblíunni að taka líf? Já, boðurinn 10 segja, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drepa. Og á hebresku þá segir já, það af því að það má ekki myrða, það alltaf að drepa. Það engin munur ef þú tekur orðin og skoðar þetta á því að myrða og að drepa. Það bara sagt, þú átt ekki réttinn að taka líf af einhverjum öðrum. Af því að það Guðs einn sem ræður yfir lífinu, punktur. Nú síðan höfum við hér eins og hvað með þegar hann segir, það refsing við hann að dauðarefsing eða stríð. Það skiptir ekki máli, átt ekki að vera og brot gegn þessu. Og það þá í sér brot gegn boðurinn 10, en það áttu í öllum þeirra sögum og svoleiðis áttu að vera Guð sem fór fyrir þeim og þeir áttu bara að láta hann sjá þetta. En það af því að lífið alveg eins og hér, sem furðulegt eftir frásögn sem búin að vera flóð sem að fullta fólki við dái, það engu að segir hann, lífið ekki ykkar að taka og ákveða hver á að lifa og hver á að deyja. En við skulum lesa aðeins áfram og klára. Og Guð mælti þannig við Nóa og son hans, sem voru með honum. Sjá, ég gjöri minn sáttmála við yður og við niðja yðar eftir ykkur og við alla lifandi skepnur sem með ykkur eru, bæði við fuglana og fénaðinn og öll villidýrin sem hjá ykkur eru, allt sem útgekk af örkinni, það öll dýrarðarinnar. Minn sáttmáli vil ég gjöra við ykkur öll. Aldrei framar skal allt hold tortímast af vatnsflóði og aldrei samar mun flóð koma til að eyða jörðina. Og Guð sagði, þetta merki sáttmálan sem ég gjöri milli mín og ykkar og allra lifandi skepna sem hjá ykkur eru allar ókomnar aldir. Boga minn setji í skýin og hann sé merki sáttmálans milli mín og jarðarinnar. Og þegar ég dreg ský saman yfir jörðinni og boginn sést í skýjunum, þá mun ég minna sáttmála mín sem á milli mín og yðar og allra lifandi sálna í öllu holdi og aldrei framar skal vatni verða flóði til að tortíma öllu holdi. Og boginn skal standa í skýjunum og ég mun horfa á hann til þess að minna sinns eilífa sáttmála milli Guðs og allra lifandi sálna í öllu holdi sem á jörðinni Svo þetta áhersla lögðana, svo þetta sagt endurtekið. Guð gerir sáttmála við ekki bara mannin heldur við allt sem hann lifir. Og Guð sagði við Nóa, þetta teikn sáttmálans sem ég hefur gjört milli mín og alls hold sem á jörðinni. Sáttmálinn sem hann gerir breiður. Það næri yfir allt líf, menn og dýr. Guð ekki bara að gera sáttmála við mannin, heldur dýrin sjálf. Og hann viðvarandi allar ókomnar aldir. Og hann rausnarlegur því að hann breytist ekkert eftir því hvað gerist þegar menn hegða sér. Svo sáttmálinn hér lofar sem Guð gefur manninum, án þess að maðurinn þurfa að halda við sinn hlut. Venjulega sáttmáli milli tveggja aðila að ég geri þetta, þú gerir þetta og við höldum bæði. Hér þetta bara frá Guði, þetta minn sáttmáli, lofvörð sem varir alltaf endurkominni. Ég tek á mig ábyrgð að hér mun verða líf til loka þessa heims og ég mun ekki gera eins og ég hef gert áður og eyða því. Og gefið tákn endursköpun þessi fallegi regnbogi og ég sá þessa myndi í morgun og staðlan bara beint af Erni að þess að spyrja. Hér sjáum við fallega, tvöfaldur regnboginn á næstu því, sem svona sáttmálstákn.
Alltaf þegar maður sér hann getur maður minnst þess. Eins og hvíldardagurinn er tákn, eins og umskurðurinn var tákn sáttmálan síðar, þar sem maður gátu séð það alltaf og minnst þess. Þá var regnboginn þetta friðartákn. Sáttmáli við alla, dýrin líka því að þau liðu fyrir flóðið og þau liðu fyrir það sem var að gerast á jörðinni, af því að hann elskar lífið. En það þýðir ekki að menn geti ekki eyðilagt jörðina með því að útrýma dýrum eða bara tortíma náttúrunni, því að þeir lofið aldrei neinu. En Guð sagði, ég mun halda við minn hlut. Kannski okkar að halda við það líka, að reyna að tortíma ekki jörðinni. En flóðsagan og boðskapur hennar er að Guð leit jörðina og sá að illskan var of mikil til þess að gera eitthvað við því. Hann sagði, ég ætla að íta bara á reset og byrja upp á nýtt, taka 2, nýtt upp af, þeir sem að vilji koma með mér, geti gert það, allir velkomnir. Nói byggði Örk og hvert hamarshöggsaman landi var boð yfirvofandi dóm og boð að koma með. En fólk vildi ekki kannski koma með og Guð virti ákvörðun þess, en hélt við sín orð og flóðið kom. Saga Nóa endurspeglar lofur Krists endurkomuna. Guð leit á jörðina og segir, ég get ekki endalaust leyft syndina ráða ferð. Ég get ekki hort upp á fólk tortíma og mismuna fólki að eilífu og misnota og fara illa með. Hvert barn sem er látið þræla í verksmiði fyrir ríka fólki svo það geti haft tæki og falleg föt, hver stúlka eða hvert barn sem er selt mansali til misnotkunar, þetta er allt áköllun, hversu lengi þarfti þetta verið stoppað. Og svar Guðs er, ég mun koma aftur og gjöra alla hluti nýja. Og eins og Nói smíðaði örkina og bauð fólki að koma, eru fylgjendur Jesú að vænta komu hans og bóða fólki með að koma í örkina eða að koma, vera hluti af hans fólki og vera með. En eins og tímum Nóa mun fólk ekki gefa því sérstakan gaum og eins og flóði kom fólki á óvart, segir í Guðspillinum, að endurkoman hans mun koma heimsbyggðinni á óvart og jafnvel kirkjunans sjálfs óvart. Og þegar fólki var kannski hætt að vona, hætt að trúa og hætt að vænta á komu hans. En það sem við sjáum líka endurspeglar í þessari sögu, er að hann er staðfastur sáttmála Guð sem heldur lofur sín. Skulum lúta höfði í bæn. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir orð þitt, þökkum þér fyrir lofur þitt að þú muni gera alla hluti nýja og að allt ranglæti sem við höfum hér á jörð, allt sem illt er og synd muni skolast af þessari jörð og þú munir gera nýjan heim þar sem að réttlæti ríkir. Við væntum þess og byggjum að það megi vera brátt og byggjum að við megum eins og Nóa og hans fólk vera í örkinni eða vera hluti af fólkinu sem er tilbúið þegar þú kemur tilbaka, vera í öruggum stað sem að finna bara í Jesú Kristi sjálfum. Ég bið þess að við mögum líka eins og Nói boða komandi dóm þinn og boða endurkomu þína, Faðir. Já, við biðjum þig að blessa starf kirkjunnar í því og þökkum við fyrir í Jesú nafni. Amen.